Við erum Treebox, eins og þú sér það á bólanum. Þetta eru boxin okkar. Í þeim eru birkifræ. Ekki erum við einungis að endurnýta pappírinn, heldur erum við líka að gefa náttúrunni tilbaka með því að setja birkifræin í pakninguna. Afi hennar Ylfu, Aðalsteinn Aðalsteinsson, hjálpaði henni að hanna þessa pressu. Og hann var í tækniskólanum. Meðal annars. Hann sem sagt útskrifaðist úr tækniskólanum með sveinspróf í rennismiði og varð síðan meistari í rennismiði. Hann kallaði Addi. Nei, Alli. Okay. Shoutout Alli. Upprunalega notaði hann Alli þessa pressu til þess að þétta saman dagblöð til þess að búa til eldiviðakubba sem hann notaði síðan í eldiviðin sín heima. Þetta er sem sagt mótið fyrir botnin á litlu boxunum okkar sem fer inn í þessa pressu. Það var mjög flókið að 3D prenta þetta og 3D hanna þetta. Við vorum með sérnöfn á top, bot og bot. Það var mjög skemmtilegt. Þetta virkar sem sagt þannig að við setjum mótið þarna ofan á og lyftum þessu svona upp. Við setjum pappír innan í þetta, setjum lokið á, snúum þessu á hvolf og pressa mjög fast. Götin utan yfir pressun okkar hjálpa vatninu að pressast út. Síðan snúum við pressun aftur við, tökum lokið af og þá erum við komið með botnin okkar. Leifum því síðan að þorna og út ætti að koma eitthvað svona. Það er í rauninni sama ferlið fyrir lokið okkar en við erum náttúrulega með logoið ofan á þannig að það sé stykki fyrir það. Við sem sagt tökum 3D prentaða mótið fyrir lokið okkar, skellum því onni í pressuna. Við setjum síðan pappír ofan á það og síðan ofan á það fer logoið okkar og lokið ofan á pressun okkar. Snúum því við og þrýsta niður. Við snúum pressunni við, tökum lokið varlega af og tökum lokið varlega úr og þar erum við komið með lokið á litlu boxunum okkar. Síðan vildum við gera stærri útgáfu á boxunum. Þá ákváðum við að hanna aðeins stærra box sem er þetta ferkanta. Við hönnuðum það sjálf að sjálfsögðu og fengum að 3D prenta það hér í framtíðarstofunni í tekniskólanum. Þetta væri góð fermingargjöf, þetta væri góð giftingagjöf, þetta væri góð anniversary gjöf. Þetta er sem sagt gjöf sem staðsetur til dæmis ástina fyrir einhverjum, þetta er gjöf sem staðsetur samband, þetta er gjöf sem staðsetur minningu, vináttu. Þetta væri góð gjöf til að gefa fólkinu sem þú elskar. Ef kærasti minn myndi gefa mér box með eyrnalokkum í þar sem það vex tré úr, ég myndi giftast honum. Það er svo fallegt. Þannig að það er svolítið falleg meining bak við þetta og þú ert að endurvinna með því að kaupa frá okkur í Treebox. Það þarf ekki endilega að vera hlutur í boxinu. Boxið sjálft er gjöf. Það gæti svo sem verið fallegt skilaboð ofan í boxinu og þá er hægt að gróðursetja þetta fyrir minningu, fyrir ást. Mjög fallegt. Við erum ekki einungis að pæla út í það að varan okkar sé endurunnin, heldur erum við líka að hugsa út í það hvað verður vörun okkar þegar það er búið að kaupa hana. Við erum í samstarfi við birkiskó.is þar sem þeir útvega okkur birkifræðum sem við setjum síðan í blönduna sem enda í boxunum. Arnór og Ingi í framtíðarstofunni hérna í tekniskólanum hafa hjálpað okkur mikið með að hanna og framleiða mótin og þróa vörun áfram. Algjörir kóngar.